Góðan daginn hér og velkomin í hús. Þetta gott hús, maður. En við ætlum að kveikja einu kerti á og líka þessu hér. Við ætlum að lága drottinn smá svo tilvera verði ekki grá. Þannig byrjaði þetta nú. Stefið okkar, maður, við megum ekki gleyma stefin okkar. Það var að vera stefið okkar. Þetta verður alltaf að vera með. Annars verður þau ægilega fúl í framann. Nei, við erum ekkert þar. Við erum bara fólk sem elskum Biblíuna og vitum að Biblían er góð. Og erum fólki sem að þráum að segja öðrum frá orði Guðs og það er alltaf einhverjir sem þekkjast. Þannig að það er ekki okkar að vera neitt að dæma það. En það hins vegar sem er okkar er að gera það sem Guð er að bjóða. Og þar eru sumir fremri öðrum. En ég hygg að manneskja sem á í hjarta sínu trú á Jesú, að hún hafi þetta mjög ríkt í hjarta sínu að segja öðrum frá því sem að Jesú hefur gert í þeirra lífi. Þannig að hann verður alltaf fyrir hópi manna og kvenna raunveruleiki, ekki einhver bara góðsögn eða eitthvað sem að menn er að skálda upp. Og menn sem eiga Jesú hafa nefnilega kynnst sannleikanum. Og þeir sjá hvað sannleikurinn er í raun og veru stórmerkilegt fyrirbrigði. Ef við höfum ekki sannleikan, hvað höfum við þá? Við höfum lygina. Og horfðu í kringu þig, horfðu heiminn, þar blasa verk lygina við hvert sem hún lítur. Og afstaða manna, vegna þess að þeir eru matar og lygi, breytist í angist og ótta og allt það, og oft yfir engu. Menn eiga von á þessu, menn eiga von á hinu, en svo gerist aldrei neitt. Að því að menn lifi ekki undir sannleikanum, þeir hafi ekki aðgang að sannleikanum undir því afli sem þeir eru og lúta, heldur sögursögnunum. Þeim er dreift, þeim er dælt út og sett í þá mynd að þeir harla trúverðugt. En við, svo er Guði fyrir að þakka, erum ekki þar. Við erum náttúrulega bara fólk eins og allir aðri menn og ekki hvorki betri að verri. En það eigum við, fengum að gjöf, að við megum í dag þekkja Jesú. Og við trúum því, og meira, við höfum komist að raunum, að það sem hann er að segja og gera er rétt og satt. Og hérna erum við þetta bara miða við reynslu okkar af honum. Og reynsla þín, eins og mín, hún segir mér sannleikan. Það sem þú reynir, það er rétt og satt. Það er ekki rétt. Þess vegna segi ég það. Og þetta hefur maður reynt aftur og aftur, að drottinn er svo sem hann segist vera. Þannig að það þarf ekki að fræða mig eða er neitt að reyna að sannfæra mig þetta, frekar en að það þurfi neitt að vera að sannfæra mig það sem ég þegar veit. Ég bara veit það. Og þannig er mín trú að ég veit að Jesús er raunveruleiki. Og ég er ekkert einn það er stór hópur af mönnum og konur sem að vita nákvæmlega það sama. Allt saman gert
með það í huga að hann er að nota fólk til að útbreiða trúnaða, útbreiða sjálfan sig. Hann notar mig sem trúaðan mann til þess, hann notar þig sem trúaðan manneskju til sama verks. Þannig að í gegnum til að mynda mig og þig komast menn til trúar. Við gefum enga trú, við frelsum engan. Hann gerir það vegna þess að þú og ég og við erum að sá. Og allir þeir sem að þekkja til landbúnaðar vita að það þarf að sá til að koma uppskera. Og bóndinn veit að því hann vann verkið að uppskeran er vís eftir á vissum tíma sumarsins. Hann veit þetta. Hann er búin að vera bóndi áratugum saman og þetta hefur aldrei brugðist. En hann veit líka af hverju uppskeran er klár, að hann sáði. Það er það sem við erum að gera. Við sáum orði Guðs og megum alveg eins og bóndinn sem sáði í túnið og bar á túnið að það kemur uppskera af verkinu á undan. Ef enginn er að boða trú á Jesú, þá er útilokað fyrir fólk að frelsast. Þá kemur enginn uppskera. Þannig að við erum með þetta allt fyrir framan okkur sem er að segja okkur hvernig þetta er. Við þurfum að fara og gera þessi verk, þessi trúboðsverk, og þá, eins og vorum að tala um áðan, og bóndinn veit það, kemur uppskera. Hún klikkar ekki. Hann veit, hann getur farið að slá í svona júni, júlí, en við hins vegar vitum ekki tíman á frelsisverkinu, en við sáðum og við megum vita að það kemur uppskera. Hvenær er ekki gott að segja. Það allt saman er á tíma Jesús sjálfs. Hvað lengi hann var að sækja mig? Já, ég kannski veit það. Ég hef sagt frá því að það kom til minn maður og var að lesa fyrir mig úr orði Guðs. Ég þreytist ekki við að segja frá því að þetta þannig var þetta. Svo allt í einu verður einhver eftir af öllu orðunum sem að las, sem að verður eftir í hjartanum, og ég oft líka vitna á það er hún tunguna sem er eldur og eyðandi og allt saman það. Og þarna var sannleikur sem að ég hafði svo oft orðið vitni að. Hafði svo oft orðið vitni að hvernig tungan talandi manna rífur niður mann og annan. Eyðandi eldur. En þetta voru orðin sem að leiddu mig til Jesú eitthvað 4 árum síðar. Hvort að sáningin, kannski var hún með svona jafnframt öðru, bara alveg frá því að maður var barn. Ég veit það ekki, en ég man eftir þessu. Og ég veit 100% viss það að þessi orð sem þarna voru lesin fyrir mig á Grettisgötunni ekki Grettisgötu. Þú manst hvað naustið er, það var, ég bjóð þar rétt hjá, í kjallaraherbyggi þar. Og þessi orð sem sagt leiða mig til Jesú 4 árum síðar, og hér er ég enn að mæra drottinn minn Jesú Krist, eins og ég hef gert frá þeim tíma. Ég sé ekki eftir degi með honum. Ég sé ekki eftir sekúndu sem ég hef varið í starfi með honum.
Þetta hefur verið gefandi, þetta hefur verið engar fróðlegs fúst og ég numið fræðslu sem ég myndi hvergi hafa fengið nema þar. Og þessi fræðsla sem hann er með fyrir mig og þig, hún virkar, hún er gagnleg fyrir allt lífið. Þannig að þú skalt ekki vera neitt undrandi á því, þó þessi maður sem á allt þetta til, bendi mönnum einkum og sérlagi á orð Guðs. Og hvetji menn til að bera sjálfur og sjálf ábyrgð á sinni trú, vegna þess að lífið er þannig, þér er gefið líf og Drottinn ætlast til þess að þú berir sjálfur og sjálf ábyrgð á þínu lífi. Þess vegna er alltaf best fyrir mann og konu að gefast Drottni snemma. Það held ég sé mikil gæfa fyrir allt fólk sem það gerir. Og ég þekki fólk sem hefur gengið með Jesú alla sínar götur og er kannski komið á svipaðan aldur og ég. Ég held að þetta fólk muni aldrei segja að það sjáu eftir ýmsu að hafi ekki gert þetta og hitt, vegna þess að kannski var trúin að hindra þau. Og svo fyrir utan það, þá er trúin ekki þannig gerð niður vaksin að hún hindri okkur í einu eða neinu. En hún er þannig að hún sýnir okkur það sem er satt og rétt og hvað betra væri að gera og við förum þá leið. Það er þá sem okkur er ekki við neinni hrösun hætt. Þetta er viska sem er ofanfrá. Hún er ekki jarðnesk þessi viska. Hún er afleiðing trúarinnar sem kom, þegar hún kom til mín í október 1989 og hér er ég enn að tala þessi verk og orð Guðs sem ég sökkti mér ofan í. Man eftir því, ég sökkti mér ofan í það. En þá var ég bara nýlega orðið frjáls og farin að ganga með Kristi og ég sökkti mér ofan í orð Guðs. En það var svo sem ekkert að neinu góði, það var bara komið yfir mig eitthvað afl frá Guði, veit ég í dag. Því hinn kemur ekkert nálægt manni, þannig að við skulum gleyma honum. Það voru þjáningar og þinganir á hverju morgni sem að kyrðu mig að orði Guðs og hann sjálfsagt hefur sagt hennan gutta ætla ég að fylla af orði Guðs. Og ég las og ég las og ég las og ég las. Klukkutímum saman. Í margar vikur var þetta svona. Ég þingaður eiginlega á þennan stað af þessari þjáningu og var hæðileg maður. En eftir á sé ég hversu gagnlegt þetta allt saman var. Ég náttúrulega botnaði ekkert í þessu af hverju þetta var. En ég sá fljótt að ég losnaði frá þessu þegar ég opnaði bókina og þegar ég byrjaði að lesa. Það var ekki nóg fyrir mig að opna bókina. Ég opnaði hana, jú, og svo hvarf þetta frá mér þegar ég byrjaði að lesa. Það bara var komið logn. Og svo þegar ég var búin að lesa klukkutími saman og lokaði bókinni, þá kom þetta aftur. Sama þjáning. Þannig að við erum kunnug þjáningum, alveg svo sagt við Jesú, hann var kunnug þjáningum. En því að Drottinn var með okkur í verki, hann veit alveg hvernig hann á að gera þetta við okkur, hann veit alveg að við erum ekkert nema undarsláttsemin og viljum hlaupa frá öllu. En hann getur búið svo að nota að þessi stað er ekkert uppi. Sem hver villur undir þjáningum sem að ræður ekkert við og skilur ekkert af hverju en að veit bara að þetta er staðan.
Og hver vill ekki losna frá þessu? Og svo sem sagt lauk þessu ferli eftir nokkra mánuði og það var seinna sem ég uppgötaði það er oft með Guð að hann líkur þessu fyrir okkur seinna, við skiljum ekki alveg í andartakinu hvers vegna við erum að gangi gegnum þetta og hitt, en seinna mun að skýra þetta allt saman út fyrir okkur, því hann hefur alveg nógan tíma til þess, því að frá þessum tíma til dagsins í dag eru liðin, yfir 30 ár, 35 ár, 45 ár, frá því að þessu lauk, skiluði. Og ég er búin að eiga þessa reynslu til þess tíma og hún er mér ekki bitur reynsla. En hún var erfið reynsla vegna þjáningarinnar sem þetta kallaði. En þetta var til þess að Drottinn nær að fylla þennan einstakling orði sína, segi ég. Og maður auðvitað nýtur góðs af þessari vinnu en þann dag í dag, því að eins og þú heyrir þá er ég nú stundum að ræða Guðs orð, aðalega hérna, mest hérna og eingöngu. Og ég tek oft eftir því að þegar ég er að ræða þessi mál, þá koma upp orð sem ég veit að komu í hjarta mitt á þessum tíma þar sem ég var eiginlega þvingaður og neyddur til að gera þetta verk. Við töluðum áðan uppskeru. Og ég get lofa þér því að það hefur verið gríðarleg uppskera af þessari vinnu sem að ég, og sáningu sem Guð var að sá í hjarta þessa manns eftir á. Og hún er ennþá að koma fram og hún er ennþá að nýtast. Við sjáum, hefði ég ekki gert þetta, auðvitað gæti ég hlaupið frá þessu, ég reyndar sér nú ekki reyndar að ég hefi getað það, en kannski hefði ég getað það með einhverjum svakalugum klækjum, ég veit það ekki, ég reyndi það aldrei. En þetta hefur verið mjög gagnlegt, afskaplega gagnlega leið, sem að eins og oftast nær áður, maður sér ekki eftir þessu. Þetta var bara reynsla sem gerði manni gott, lagði fyrir manni línurnar, sem líka hefur gert manni gott og bara gott. Við höfum að haga líf okkar þannig að það sé gott eitt sem við höfum það að segja. En að því að við vitum bara það sem er að gerast í kringum okkur hér og nú, en þá vitum við ekki allt hitt sem Guð er með sem áætlun fyrir mig og þig. Og hann sem sagt hleypir af stað verkefni, til að mynda hjá mér þessu lestrarverkefni og lærdómsverkefni, sem að ég bý ennþá að. Það er blessunin sem kom. Hún er náttúrulega búin að vera hjá mér alveg síðan að þessu þjáningaferli lauk, þá kom strax blessunin, þó að skýringin hafi ekki komið fyrir löngu setna, árum setna jafnvel, þó allt ég lögst upp hvers vegna ég var að gera þetta. Og ég er náttúrulega afskaplega þakkláttur fyrir það að hafa lagt þetta á mig, og ég sé nú reyndar ekkert hvernig ég hefði getað komist undan því, bara Guð var með áætlun með þennan einstakling að svona skildi þetta vera, svona ætlaði hann að nota hann. Við höfum öll sérstök verkefni. Við erum kölluð til einhver sem að engin annar raunverulega er að gera. En það segir orðið það að við skulum ekki riðlast á annara braut. Þannig að þetta er orð Guðs, þannig að hann hlýtur að vera þá með okkur eitt og sérhvert á þeim stað sem riðlast ekki á annara braut. Það hlýtur að vera. Hann hlýtur að vera sjálfum sér samkvæmur. Ég lít svo á. Þannig hann er stór og hann er gefandi og hann er góður og hann er bara góður og vill það sem að, eða veit hvað er mér fyrir bestu. Ég veit það ekki. Ég var að tala áðan
þennan lestur, ég vissi náttúrulega orð Guðs þyrfti að vera með, en að þetta væri leiðin til að fá mig til þess að gera það sem hann vildi, vissi ég ekki þá, en ég veit það núna. Og þetta er allt saman fyrir fólk sem að við göngum öll í gegnum einhvað, sem er kannski að reyna þetta núna, eitthvað þessu lík. Og ég get ekkert annað en sagt, haltu bara áfram við þetta. Láttu ekki degan síga, því þetta gengur allt yfir. Sé Guð með áætlun þetta, þá gengur hún yfir, hún tekur bara tíma og svo hún gengin yfir. Þetta er sáðkornið, eins og vorum að tala bóndan á það, hann sáir á vorin og að hann veit að kemur uppskera. Við erum að sá, en við vitum ekki einu sinni að við erum að sá. Við vitum ekki alltaf það, að við erum að sá. Ekki nema Guð útskýra það fyrir okkur. Það gerða við mig. Og uppskýran er þessi bíblíu þekking mín í dag og hvernig orðin búa bara í hjartanu. Þau eru bara þar og þau pompa upp þegar verið er að tala orð Guðs, orð sem maður var ekkert að velta fyrir sér, en þau eru þarna, þau koma vegna þess að Guð er að stjórna talinu og hann veit alveg hvað býr í hjarta mínu og eins þínu. Hann sér þetta allt. Þess vegna gaf hann okkur trú og þess vegna hvetur hann okkur til að treysta sér því hann viti hvað hann er að gera. Við vitum ekkert alltaf og sjaldnast kannski eða ekki alltaf allavega hvað Guð er að gera. En þá kemur trúin inn. Hún segir við mig, Konráð, að þetta hlýtur að leiða til góðs. Sé Guð með það, þá er það alltaf til góðs. Og þetta er það sem við viljum ganga út á og lifa í. Og við megum það. Við megum vaksa í þessu. Og þess vegna segi ég það, hvetum við ykkur til þess að vera í orðinu, rækja orðið, standa á orðinu og trúa að það sé gagnaði því að standa á því sem orð Guð segir. Ég held að engin maður sem að stendur orðið Guðs í sinni trú hafi annað en uppskorið blessun. Ég hef oft uppskorið hellingsblessun bara við það að trúa. Og svo fyrir utan það, að maður náttúrulega lærir alveg helling, og það hef ég lært og sannfærst að ég raun og veru gerist ekkert fyrir maður fer og sækir það sem maður á. Drottinn er með fullt af fyrirheitum í orði sínu og það hef ég séð og það hef ég reynt á sjálfu mér að ég þarf að fara og sækja það. Það heitir líka að stíga út á það. Og það verður aldrei neitt nema ég sem gerir það fyrir mitt líf. Og ég á margar sögur af þessu og alltaf fleiri og fleiri sögur af því að ég er að reyna og ég veit meira núna það hvernig þetta virkar og ég segi, ég þarf að sækja þetta. Og hvað er það sem ég þarf að sækja? Það bara getur verið allt á milli himins og jarðar. Þú ert kannski einn af þeim og ég þekki nú margar sem eru þar og maður var sjálfur þar sem er alltaf í vandræði með peninga. Við eigum aldrei nóg af þeim. En núna á ég alveg yfir nóg af peningum. Og ég kann að fara með peninga. En höfuðstóllinn hefur ekkert vakst í neitt. Að því Drottinn hann blessun Drottins, hún flæðir fram í líf þessa manns. Hvernig? Að því Guð er góður Guð. Það er ástæða. Hann segir það sjálfur og þú veist að hann segir það, reyni mig einu sinni á þennan hátt hvort ég opni ekki gáttir himinsins fyrir yður. Hvað er hann að tala um? Stígðu fram.
og settu þér þetta markmið og ég skal sjá til þess að þetta gangi uppfyllingu sem þú ert að biðja og þá tjaldar hann ekki heldur þarna til einnar nætur. Alltaf sé ekki verið að koma í 15 ár síðan að ég uppgötaði það að þetta var leið og síðan hefur mikið skort neitt og síðan hef ég haft fjármuni til að gera það sem ég þarf. Að því leyti til maður mjög ríkur maður. Mjög ríkur maður. Og ég kann vel við það að eiga alltaf það mikið að maður geti raun og verið að keypt bara það sem maður vill. Ég þarf ekki að velta því fyrir mér. Að þegar maður tók Guð og orðinu, maður steig út á þessi fyrirreiti hans. Ég fór og sótti þau. Að þau eru mín. Og þú getur sagt þetta með mér fyrir þig, en þú þarft að trúa því að þetta sé svona. Og ég segi við þig, þú munt aldrei uppskýra trúðina ef þú lætur ekki reyna á hana. Þannig vinnur Guð. Þetta allt saman til þess að trúarstaðfesta þín verði meiri. Og hún verður meiri að því þú lætur reyna á verkin. Hvernig líst þér á þetta? Ég heldur bara lítist vel á það. Ég veit ekkert hvar þú ert hins vegar. Það er ekkert mitt að vita það. En ég segi, þú þarft að fara og sækja þessi fyrirheit. Þú þarft að sækja þau. Það er mín reynsla. Af öllu því, þeim blessunni sem að ég á í Guði, hef ég farið og sótt. Og það byrjar á því að það kemur einhver opinberun. Stundum fæ ég hjálp við þetta, eins og ég oft talaði þegar ég mætti Kristi í fyrsta skipti, austur í Neskustad, og við vorum að fara í brauðsbrotningu, sem var eitthvað boðu hálfu mánuð undan þessu dæmi, og ég var ákveðin í að taka þetta og fara bara fram. Ég var mjög ragu við að fara fram lengi, en ég held að þetta á nú brotna alltaf með þarna. Og ég sem sagt, eins og ég oft sagt líka, þá var ég hættu við. Mér var hjálpað bara fram. Þegar ég vissi ekki að mig fyrir ég var bara á gangi fram eftir kirkjunni og ég veit þú trúir ekki orða þessu, þannig var þetta. Og þar mætti ég honum í fyrsta skipti. Hann stóð fyrir fram að mig. Dýrðin sjálf. En ég get ekki sagt þér hvernig hann er því ég bara greindi hann þarna, ég sá hann ekki, en ég vissi hann var þarna fyrir fram að mig. Þannig að hann hjálpar okkur að stað. Og hann hefur oft hjálpað mér að stað. En svo hefur hann bara, látið mig hafa þetta að því ég stíg fram í trú. Ég sagði, ég vill ekki lengur en að fátækta randa sem er að hindra mig í að gera að ég þurfi að vera jafnvel með eitthvað betlistaf í hendi. Það getur ekki verið hlutskipti eins trúaða manns. Og það er ekki hlutskipti mitt frá þeim tíma. En ég stóð upp og ég steig út á þetta fyrirreiti. Ég fór og sótti það. Og þetta er boðskapurinn til þín í dag. Farðu og sæktu það sem þú átt í Jesú nafni. Þú skalt bara byrja á því verki núna. Þetta er ákvörðun sem við þurfum að taka og lífið er ákvörðun að taka aftur og aftur. Það er rosalega mikið afl í þessari ákvörðun, hvað sem er minni að þinni. Að taka ákvörðun er náttúrulega langt síðan að ég skildi að var rosalega öflugt vopn. En ég eins og þú
okkur gengur nú stundum illa að taka þessar ákvarðanir og það mjög slæm vegna þess að ef við erum að velta þessu fyrir okkur, þessu ykkur og öðru fyrir okkur og tökum ekki ákvarðanir að sleppa þessu eða gera þetta, þá erum við alltaf einhvern veginn fljúandi bara í lausu lofti með enga fótfestu og það mjög slæm. Þannig að ákvörðunin verður alltaf að vera til staðar. En við skulum lesa eitthvað. Við erum með Sefanía. Þetta allt saman bara svona handófskent. Ef við ekki bara lesa eitthvað hér. Við skulum fara í annan kafla á 10. vers. Þannig gjalda þeir fyrir dramsimina, annar kafla á 10. vers. Þannig gjalda þeir fyrir dramsimina, spottið og smánaryrðin, sem þeir hafa haft frammi við líð drottins allserjar. Óorlegur mun drottin allserjar reynast þeim, hann dregur þróttur öllum guðum jarðarinnar og hver maður mun lúta honum og allar þjóðir eilandana hver á sínum stað. Það er þennan Guð sem við erum að boða. Guð, Guðana. Þetta er eitt af því sem að Biblían er að gefa okkur, að því að við erum að lesa orðið. Skilningurinn kemur, hann byrjar þarna að þú lest orðið. Seinna kemur skilningurinn, en skilyrðin eru komin til að skilja. Þau komu að því að þú last þetta. Það er bara eftir í hjartanu. Guð veit alveg hvað er þar. Hann veit alveg hvað hann tógar upp núna og gefur þér skilning á, ljós yfir. Þannig við verðum að fara þangað sem drottin er að beina okkur. Og hann ætlar að beini okkur ekki oftast af öllum ábendingum í orðið. Ég held það. Þannig ábyrgðin er gríðarleg fyrir mig og þig á okkar eigin trúarlífi. Við erum fyrir hvort annað, það er rétt. En við getum aðeins bent hvoru öðru á að gera það sem er rétt í Jesú nafni, því að fullt af þessu þurfum við að gera sjálf. Við vorum að tala áðan að við veitum að fyrirheiti orðs Guðs eru mörg. Og hvert og eitt fyrirheiti er fyrir mig sem sagt, bent á þig. En ég þarf að fara að sækja þetta. Er ég duglegur við það? Þegar ég áttaði mig á því hvernig í þessu máli liggur, já, þá hef ég nú verið nokkuð duglegur við það. Og ég er ennþá með þetta í hendi. Og þetta er ennþá að ávaxta sig að þetta er komið til mín, það sem átti alltaf að koma, en ég var að sækja það og drattaðist loksins til að og sótti það. Og þá hefur þetta bara ávaxta sig. Þannig að það verður mikið úr til að mynda fjármunum sem að þú ert með núna, en varst alltaf með götátt á pingju, það tóldi ekkit í þessari pingju. Og við þekkjum það líka. Það heitir að ég er alveg staurblonkur maður, ég kemst ekki neitt. Einhvern veginn er búið að staga upp í öll þessi göt og það sem að er þar, það er einhvern veginn bara ávaxta sig. Það er mín reynsla. Svo fyrir utan það er hugsunin hvað peninga varðar orðin allt önnur. En einhvern veginn þá, já, ég segi það nú bara alveg svo að mér hefst alltaf höra nógu inn á bókinu minni. Það er magnað að þjóna Guði.
En ég segi það, og þú kannski hristir höfuðið yfir þessu, ég segi, reyndu á þetta. Drottinn segir þetta, hann hefur alltaf sagt þetta, reyni mig einu sinni á þennan hátt. Hvort ég opni ekki himinin fyrir ykkur. Það gerði hann við mig. Og hann er ennþá galopinn. Þannig að hann er alveg 100% öruggur. En ég þarf að gera það sem að mér snýr. Þetta er allt til staðar. Ég á trú. Ég er að lesa orðið og ég fæ hvatningu frá orðið Guðs og mörgum í kring og til þess eru við hvort fyrir hana. Það er að fá hvatninguna inn í þessu góðu verk og hvatningin til mín frá mér til þín er stígðu út á þessi fyrirreit sem Drottinn á í orði Guðs. Við sjáum akkin í að vita hvað þar er skráð og skrifað. Fyrirreit allsnægtir, það eru þar. Og þú segir, ég ætla að sækja þessar allsnægtir fyrir mig. Og Drottinn opnar þá leið sem hann vill sem allsnægtir fyrir þitt líf. Og hann mun líka kenna þér að þú ferð vel með þessar allsnægtir. Þú ert ekki að fá allsnægtir til að bröðla til hægri og vinstri. Það er ekki allsnægtir. Það er bara sóðaskapur. En þú vilt ekki vera þar. Og Drottinn vill ekki heldur að þú sért þar. Þess vegna lærir hann, kennir að þér að fara vel með það sem hans er. Og þessu tekur við og þú ferð að varðveita þessa eign þína. Og þú segir eins og ég, þetta er alveg stórkostlegt að hafa aðgang að þessu. Já, hann gerði þetta við mig. Og hann mun líka gera þetta við þig. Því hann fer ekki manngreinar álit, aldrei. Og við skulum heldur ekki fara í manngreinar álit, já, því það er ekki Guðs vilji. Förum við í manngreinar álit? Ég veit það ekki. Örugglega gerum við það nú stundum. En við ættum auðvitað aldrei að gera það. Því að Drottinn fer ekki í manngreinar álit og til að slá á allt þetta þá erum við trúið í dag. Við byggjum í dag, lesum orðið í dag, sem beinir okkur alltaf inn á réttan veg með eitt og annað sem að okkur snýr. Og svo vöknum við upp við þann góða draum að við segjum, þetta er miklu betra svona. Og hver oft höfum við ekki sagt þetta eftir einhverja opinberun frá Guði og við farið og stíið og gert það sem að opinberunin var að reyna að beina okkur að. Við segjum, þetta er miklu betra svona. Akkur var ég ekki löngu búin að þessu? Og það er til svar við því að ég sá ekki að þetta væri svona fyrir en, já, ég fór að takast á við þetta. Við þessi fyrirreiti sem að Drottinn gefur okkur. Við segjum, og bakka ekki með það, þetta er miklu betra svona. Þetta er að auðga sitt líf, þetta er að vilja gera vel við sitt líf á réttan hátt. Við getum öll verið þar. Ef þú átt trú, þá hefur allan rétt og alla getu og alla burði til að vera þar. En þú þarf trú. Það byrjar á þeirri gjöf sem Guð eitt gefur. Trú og fyllir andaðinn heilugum anda. Og þá er allar leiðir opnar fyrir orð Guðs að virka og verka í þér. En það er komin tími, sé ég, og við höldum okkur eins og alltaf áður við tíman. Konráð Rúnar Friðriksson kveður og heldur þessu góða verki Drottins áfram.